Those tubes really create a havoc, but it is obvious that the salmon are nervous. Probably everybody who fishes Þverá has tried his luck here. A salmon strikes at the tube, but no luck. The salmon relinquishes the bait immediately and then disappears into the darkness and to safety. But in spite of everything, Jón is content. Asked about his thoughts, he only grins. Helga is getting impatient. The latter half of her fishing time she intends to use by fishing the Steinahill, a pool further downstream. Já, og svona fyrsti fiskurinn í veiðitúrnum, það er í stressu. Ég er alltaf hrædd við að missa hann. Ég meina, og það er náttúrulega skemmtilega við fluguveiðin er það að laxinn á sama möguleika og þú. Þetta er ekki ormahúk, sko, og svo bara dreigja á land. Þú þarft að gera þetta rétt. Ég er náttúrulega veiði eingöngu á flugu. En ég held ég kunni all veiði brögð. Ég er búin að vera við bakkan bara frá því ég var smákrakki. En ég held ég sé lúmskur veiðimaður. Ég fæ svona strax tilfinningu hvort að fiskurinn er þarna ekki. Það er eitthvað bara í mér, eitthvað í blóðinu. Og ég er ofsalega þolinmóð. Og ef hann er þarna, þá gefst ég ekki upp fyrir hann alveg í lengstu lög. Þetta er þessi spenna. Þú getur staðið þarna allan daginn svo allt í einu bara fer eitthvað í gang. Þannig að þetta er sjálfsagt eitthvað spennu leit hjá öllum veiðum. Ég held ég get ekki verið svo eina. Hún er með mikla batteríu, sko. Þegar hún komin við ána og stöngina í hendi, þá gleymur hún öllu saman, sko. Hvernig henni líður og hvað að gera þessi kringu sig. Hún bara algjörlega einblómir á það að hefja þetta einvígi sem að fólk segir eftir við annað. Hann er bara alveg yndislegur maður. Góður maður. Kærleiksríkur og hryllilega skemmtilegur. Þú ert skotin í honum? Já, alveg rosalega skotin í honum. Ég er búin að gifta honum í 21 ár. Aldrei verið meira hrifin á honum. Þetta er bara það að fólk þroskast saman. Ég meina, það er ekki eins og fólk hafi ekki rifist, en þetta er bara allt saman þroskar sambandið. It's dinner time at the fishing lodge at River Þverá. The chef has prepared a feast for his guests that's an enjoyment for the eye and a treat for the gourmet. White and red wines are served with the meal. The evening is passed in a relaxed atmosphere, and the mood at the table is one of contentment and anticipation as to what tomorrow might bring. Maturinn er náttúrulega alveg óbúslega góður. Öll aðstæða, húsið og hvernig hugsaði fólki, hvernig er virkilega velkomið þegar það kemur og svona verða að gæla við það. Þannig að þetta er virkilega skemmtilegur staður. Þetta er sennilega besta á Íslandi. Það er ekki spurning það. A shortage of water is beginning to affect the River Þverá. There's been little rain in August, and the results are obvious. The river is bone dry, as the saying goes. This makes the fishing difficult. But a sight like this in the morning is just wonderful. It has begun to rain in the mountains, and everybody's first thought is, hopefully not too much.
Obviously, the river has swelled somewhat, but not markedly. Helga maintains that these conditions are just right. She has begun to get a feeling for the river Þverá. Ég þekki hann ekkert mjög vel, en það sem ég séð finnst mér skemmtileg. Það er svona allar aðstæður mjög góðar. En ég strýpi þetta mjúkt, sko. Ég er ekki með röðhandtök, ég tek hann á róleginn. Skiptir hraðinn í því máli? Ég held það. Ég held að gera það hér, já. En ég hef aldrei verið góður strípari. Mér er alltaf leiðilegt að veiða á þennan hátt. En þegar maður gerir þetta svona rólega þá er þetta alltaf leið. Og það fyrsta sem ég ger alltaf þegar ég kem út í á er að ef ég er ein, þá byrja ég að athuga hvar ég get landað, sko. Ég tek alltaf púlsinn á aðstæðum í kringum mig. Já, ég hef lent í því að gera það ekki og ráða ekki við að koma honum. Ég kom hann reyndar að land, sko, en mista hann út í eftir. The conditions now are simply ideal. The atmospheric pressure is lower and there is more oxygen in the water. It is almost thick to look at. Legin alveg verið skepna. Þetta er þessi stóri þarna sem var að stökkva þarna. Já, ég held það. Hann er allavega grútlegin. Hann byrjaði á því bara strax þegar tökkurnar leggjast í botninn. Það er heim mann. Ég veit ekki, við vorum bara í einhverju sambandi þarna, ég og hann. Þetta var alveg taka, þú veist. Já, ég bara, þú veist, og bara þegar ég er að hugsa veiturna og þegar ég er að tala þetta og fæ fílingum og bara, blóðið rennur hraðar. Og svo tala ég ekkert eitt annað allar veitur en heldur en veið. Ég er að verða eins og Bubbi Mortens. Ég var þreytt í hendinni, sko, ég held að hann eigi nefnilega þá nokkuð eftir. Ég held að hann ætti að taka nokkra sirkur hérna á mig. Það stein eftir við bara. Við gerðum það í mörg ár. Þá fórum við bara mikið tvö og það var rosalega gaman. Núna er orðið svo mikið umleiki sem maður er alltaf að hitta fólk og nota tíman til þess að hitta fólk og þá er maður farin að fara í veiðitúra með fólk. Það er líka gaman. Þetta er ósæðilega skemmtileg sport og krakkarnir, börnin okkar, veiða öll. Þetta er bara fyrsta skipti sem ég tek svona grútlegin fisk. Og mér fannst hann svolítið skemmtilegur, hann tók skemmtilega og mér finnst hann flottur, mér finnst hann kallmannlegur, mér finnst það er eitthvað við þennan fisk. Ég er svolítið samvinskapið yfir hann skildi ekki komast á séns. This pool is called Réttarkvörn, and there's a considerable number of fish here. Frequently, the salmon lies right off of the big cliff. There's been good fishing here this summer, but for some unknown reason, the last few days have been disappointing. However, nobody likes to skip this pool, since it's impossible to predict when the fish starts taking again. It's only a matter of time.
river Þverá is one of the top-ranked Icelandic salmon rivers, and the enterprise Sporður, responsible for the river and all its amenities, has been doing a great job. It is quite difficult to obtain a license to fish the river, since everybody who's been here wants to return, and consequently, it is difficult for newcomers to obtain a license. But Jón is determined to return. Þverá gífurlega falleg á. Sennilega eina fallegri á landsins. Margir góðir staðir hérna. This male salmon is similar to the one that Helga caught earlier, but obviously it has not been in the river for a long time. But this male might have a chance to meet up with a female after all. Jón happens to be in an exceedingly good mood, since he already landed the big one not so long ago. That is the investment bank. He wants to let nature benefit. The salmon may consider itself to be extremely lucky. Ég ekki þannig að það sé eitthvað, ég ætla ekki að ná þeim froska að veiða til að sleppa. Sem margir gera, maður sé margir úlíðin að gera það. Ef maður hefur náð í stóra hryggnu þá er maður sleppt inn og hérna, svona þegar maður farið í á sem á að sleppa laxi, eins og veiður. Ég ekki þessi aðili sem að fer á veiðir og sleppi fisk í hvers skipti sína í fisk. Þetta er það.